Menn hafa sett einhverja tölur á þetta sko út frá þessu varmamati sem var gert hér á 9. áratugnum. Menn, ég man ekki hvort með voru með einhverja 30 teravastundir úr jarðhitanum, ég man þetta nú ekki alveg. En þetta eru að því leyti óraunhæfar tölur. Þetta er bara, hún tekur bara öll háhitasvæði landsins og metur hvað getur fengið miklu orku úr því og óháð öllum umhverfismálum. Þetta er alveg sem menn voru að tala þegar menn voru að tala hversu miklu orku getur fengið á vatnsaflinu, þá voru maður tína til Vatnsdalsá og alls konar ár sem við vitum auðvitað að verða aldrei nýttar. En það er allt í lagi að vita hver er auðlindin. Og ég sé ekki fyrir mér menn fær nokkuð tímann að virkja í öskju eða á svona stöðum og væntanlega ekki í landmannalögum eða allavega er þetta ekki fyrirsjáanlega framtíð. En hins vegar þurfum að vita hvað er þarna. Og við þurfum að vita sem mest þessar auðlindir, hvar þar eru, bara til að taka skynsamlegar ákvarðanir það hvar við viljum hafa svona starfsemi eins og virkjanir. Það gerum við ekki nema við fáum að rannsaka og við fáum að bora og pröfa til þess að sjá sannreinir rannsóknirnar. Öðruvísi fáum við ekki þessa vitneskju til þess að byggja framtíðina á. Og núna er það þannig að það er ekki í gangi neina rannsóknir svona almennt á jarðhita á Íslandi. Allar rannsóknir beinast að þessum tilteknum svæðum. Þannig að okkur vantar að fá svona allsherjar mynd af, skulum segja bara gosbelti landsins með tilliti til það hvar er nýtanleg orka og sérstaklega þegar menn eru konum með það að menn geta auðvitað boranir á 5-6 km í dag. Og það getur vel verið að það sé hægt að bora einhvers staðar í sprungukerfum gosbeltana utan þessara fallegu svæða og hafa þar rafmagnsvirkjanir úr jarðhita. Þetta bara vitum við ekki. Og við munum aldrei vita nema þetta verði rannsakað. Ég held að ég líti á framtíðina, þá myndi ég segja að næstu 10 áratugi þá munum menn einbeita sér af þeim svæðum sem menn hafa og sem eru rammaáætlun hefur sett í nýtingaflokk. Menn munu horfa á dýpri hlutan á svæðunum og það eru menn farnir að gera. Hvað er þetta að auka nýtinguna á þessum afmörkuðu svæðum? Það er auðvitað miklu skynsamlegra að gera það svoleiðis heldur en að fara út alla koppa á grundin og fleita bara rjóman ofan af þessu.